Liður 7 er Amtbókasafnið. Með máli fer ungmennaráðsfulltrúi Alex Solar. Góðan daginn, ágæti forseti, bæjarstjórn, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir fundagestir. Undanfarin misseri höfum við í ungmennaráði verið að hitta nemendaráð og réttindaráð á Akureyri og eitt af þeim málum sem kom upp var aðgangur að bókasafninu. Það er eftirspurn hjá börnum og ungmennum að hafa meira aðgengi að bókasafninu. Ég vil því ræða bókasafnið og hugmyndir til þess að bæta þjónustu þess við börn og ungmenni. Í fyrsta finnst mér bókasafnið vera mjög hlýlegt og með hressandi andrúmsloft og starfsfólki hjálpa manni vel. En það eru tvær hugmyndir sem ég vil leggja fram. Það er að opið verði á sunnudögum og að bókasafnið verði aðgengilegt utan hefðbundins opnunartíma, svo kallað opið bókasafn. Samkvæmt íslensku æskulýðsrannsókninni árið 2005 kemur í ljós að ungmenni í 8. til 10. bekk á Akureyri lesa minna en börn á öðrum landsvæðum á Íslandi. Að opið á sunnudögum myndi bæta bókasafnið gríðarlega mikið. Emma og FMA nemendur sem að læra fyrir próf geta lært í bókasafninu á sunnudögum í stað þess að vera truflaðir af fjölskyldunum sinni heima eða þurfa að fara á kaffihús og kaupa sér eitthvað þar. Börn sem hafa áhuga á að lesa geta farið á bókasafnið og lesið eða lána sér bók á sunnudögum því flestir hafa tíma á þá. Ég held að ef við myndum hafa bókasafn opið á sunnudögum þá myndi það hafa alveg jákvæð áhrif á hvort börn og ungmenni lesi í frítíma sínum því þau geta verið þar og notað frítíma sinn og líka lána bækur á tíma sem hentar flestum. Ég er öruggur í því að ef við myndum hafa bókasafn opið á sunnudögum þá myndum við ná öðrum landsvæðum á Íslandi í hlutfalli barna og ungmenna sem lesa í frítíma sínum. Það opið á sunnudögum er líka stutt af 2., 17. og 28. greinum Barnasáttmálans. Börn hafa rétt á aðgengi að upplýsingum, börn hafa rétt á aðgengi að menntun og það skal hvetja þau til þess að mennta sig og öll börn eru jöfn. Það er þá mikilvægt að þau börn sem eru í íþróttum og öðrum tómstundum á virkum dögum og laugardögum geta að minnsta kosti koma á sunnudögum til þess að lesa og lána bækur. Ef það væri opið bókasafn þá myndi það gera allt það góða sem að hafa það opið á sunnudögum myndi gera nema meira. Ef einhver þarf lengri tíma til þess að læra fyrir próf í Emma eða FMA, þá geta þau verið lengur en til klukkan 19 á virkum dögum og 16 helgar á bókasafninu. Ef einhver væri í íþróttum eða tómstundum á alla 7 daga vikunar á hefðbundnum opnunartíma, þá geti sá einstaklingur samt farið í bókasafnið til þess að lána og lesa bækur þar. Ef einhver er í bókasafninu og vill lesa lengur en til klukkan 19 eða 16, þá getur sá einstaklingur gert það. Ég til dæmis hef farið nokkur skipti í bókasafnið til þess að lesa bækur sem er ekki hægt að lána til þess að taka með heim og hef þurft að fara svo snemma heim þannig ég náði ekki að lesa mikið af bókinni. Opið bókasafn geti verið opið til 10 vetruna og til miðnætti sumrin til þess að passa við útivistartíma barna frá aldrinum 13 til 16 ára. Ég held samt að hafa opið bókasafn allan sólarhringinn myndi vera gott fyrir þá einstaklinga sem eru eldri en 16 ára. Opið bókasafn er líka stutt af 2., 17. og 28. greinum Barnasáttmálans. Ég vil loka ræðunni minni með því að vitna í Malcolm X. Skóli minn var bækur, gott bókasafn. Ég gæti nýtt afganginn af ævinni minni að lesa. Það bara metta forvitni mína. Takk fyrir að hlusta og takk fyrir mig. Þá hefur Alex Solar fulltrúi ungmennaráðs lokið máli og bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibergar Jósepsdóttir stígur upp í pontu. Fundarstjórar, ágætu ungmennaráðsfulltrúar og bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég vil þakka Alex fyrir frábæra ræðu lengri opnunartíma á Amtsbókasafninu. Ég er eins og hann mikill aðdáandi þessa bókasafns og ég held því statt og stöðugt fram að hvergi sé til betra bókasafn á landinu. Starfsfólkið þar er fullt af einhvers konar sköpunarkrafti sem að við hin virðumst ekki hafa og er endalaust að þróa safnið áfram og koma með hugmyndir að betri þjónustu.
starfsfólk Amtsbókasafnsins hefur komið fram með þá hugmynd að hafa í raun og veru það sem kallast svona umfram opnun á bókasafninu. Þar sem að væri þá kannski einmitt opið til 10 á kvöldin eða annað. Þar sem þú kemst inn á korti og þetta þá bara í raun og veru ómönnuð, ómannað bókasafn á þeim tíma. En það hins vegar, eftir því sem ég best veit, einungis hugsað fyrir notendur 18 ára eldri, þó svo að ungmenni og börn geti komið með í fylgd fullorðina. Og ég fróðara fólk getur kannski svara því en ég held að það þyrfti í raun og veru alltaf að vera eldra en 18 ára einstaklingur í fylgd inni á bókasafninu þegar það engin starfsmaður. En ég veit það ekki og það eitthvað sem að þyrfti bara að skoða. Kannski vitið þið það betur en ég. Ég veit að þetta hefur verið gert í Borgarbókasafninu í Kringlunni og Sólheimum og hefur gefist vel. Þetta með 18 ára og eldri sem eiga þá bókasafnskort og geta farið inn á sínu pinni og nýtt sér þjónustu safnana utan hefðbundins opnunartíma. Það hefur gefist vel og ég held að við ættum að fara í þá vegferð á Akureyri líka. Varðandi opnunartíma á sunnudögum, ég hef sjálf með tæplega 2 ára gamla stelpu einmitt hugsað það sama. Ég væri svo oft til ég geta farið með hana á bókasafni á sunnudögum af því að það hennar uppáhalds staður og þetta bara eitthvað sem að mér finnst að við þyrftum klárlega að skoða með tilliti til þess hvað hægt að gera og hvað þetta kostar aukalega af því að þarna held ég að sé bara tækifæri til að auka aðgengi að safninu og nýtingu á því. Mér finnst þetta frábær punktur varðandi að ungmenni í 8. til 10. bekk sé að lesa minna heldur börn á öðrum landsvæðum og það ágefni og það eitthvað sem við þurfum að taka alvarlega og ef við getum fengið bókasafnið með okkur í lið í því þá eigum við klárlega að gera það. Og mér finnst, ég að reyna að fara yfir punktana sem ég skrifaði niður úr ræðinni og mér finnst klárlega fyrst að þetta eru líka, það eftirspurn frá nemenda og réttindaráðum skólana að þá þurfum við að taka því alvarlega og við þurfum að kanna þessi mál til hlítar. Þá hef ég lokið máli mínu í bili, allavega. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Jana Salóme lokið máli sínu og orðið opið. Ungmennaráðsfulltrúi Fríða Björg stígur upp í pontu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ungmennaráð og aðrir gestir. Við fengum hana Hrönn sem að vinnur á bókasafninu til okkar á fundum daginn. Fengum hana líka fyrir nokkrum árum, ég man ekki hvað langt síðan samt. Og þá var hún einmitt að tala þetta opna bókasafn. Og hún var að tala það að bókasafni búið að fá styrk fyrir öryggiskerfi sem að myndi þá í rauninni hjálpa ef það yrði opið bókasafn að halda því öruggu og að myndi ekki vera neinn skemmdarverk og svona. Og þannig að ég segi að ekki bara hægt að prófa það. Eða svona, ef það styrkur fyrir öryggiskerfi og ef það verður sett upp í öryggiskerfi, hvort það sé þá ekki hægt að prófa það. Af því ég meina þetta hefur gengst, eins og þú sagðir, það hefur gengið vel á öðrum bókasöfnum, af hverju ætti að ganga eitthvað verð hér. Og ég meina án þess að vera, svona, finnst okkur fólki sem að fara á bókasafn, svona, fólki sem mest líklegt til þess að vera að skemma. Eða svona, ég veit ekki, mér finnst það svona, tilhugsun ekki þannig. Og að hafa opið á sunnudögum, maður lendir svo oft í þessu, af því að ég á mjög erfitt með að læra heima hjá mér. Og skólinn ekki opinn helgar, þannig að, og maður lendir svo oft í þessu sunnudögum, að maður getur ekki lært heima hjá sér, það samt ekki opið á bókasafninu, þannig að maður þarf eiginlega að finna sér kaffihús en maður nennir eiginlega ekki að vera að kaupa sér neitt, þannig að maður lendir í svona smá klemmu þar, að það ekki svona neitt staður fyrir mann án þess að maður þurfa að borga. Þannig að hafa opið á sunnudögum myndi hjálpa mjög mörgum. Takk fyrir mig. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Fríða Björg lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Jana Salóme stígur upp í pontu. Fundarstjórar, ágætu ungmennaráðsfulltrúar og bæjarfulltrúar og aðrir góðir gestir. Ég vil bara þakka Fríðu fyrir að koma upp og brýna þetta mál frekar.
það er rétt sem hún segir og sem Hrönn tjáði þeim í ungmennaráði að það hefur fengið styrkur fyrir þessu öryggiskerfi. Í mínum huga ættum við að vera löngu búin að gera þetta og við höfum átt að vera undan Reykjavík sko, af því að þetta var hugmynd sem var komin þá, en og líkt að Fríða kom líka inn á þetta er alltaf spurning um traust og hvernig treystuðu fólki og ég held að í þessu tilfelli ættum við bara að treysta fólki vel, af því að yfirleitt þegar við treystum fólki og byrjum virðingu fyrir því þá gefa þau traust og virðingu tilbaka og heilt yfir þá held ég að fólk gangi bara vel og komi vel fram við okkar sameiginlegu eigur, því að amtsbókasafnið jú okkar allra og ég held okkur þykir öllum svolítið vænt það. Þannig að ég bara svo hjartanlega sammála því að þetta ætti að vera komið á helst strax í gær, en ítreka kannski líkt og ég fór yfir að mér þykir líklegt að þetta yrði aldrei fyrir 18 ára og yngri, en þessi umframopnunartími bara vegna þess að það að tryggja öryggi barna og unglinga og þess háttar og varðandi ábyrgð og fleira, en teku undir að sund og sofnun við þurfum að skoða það að koma henni á. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Þá hefur bæjarfulltrúi Jana Salóme lokið máli og bæjarfulltrúi Jón Hjaltason stígur upp í pontu. Forseti, nú eða forsetar, ungmennaráð, bara til að nýta hér við. Þetta fólk sem vinnur á safninu, amtinu, það er ótrúlega frjótt og virkt. Það er alltaf að pæla í því hvernig má draga að fleiri, hvernig má auka alla þá starfsemi sem þar er. Og ég veit að þessi umræða var komin á verulegt skrið, það er að hafa opið allan sólarhringinn. En strandaði á einu, það kom sá hlikkur á bænina að það þarf að tryggja jafnt aðgengi. En síðan safnið opið allan sólarhringinn þá þarf að loka og læsa skrifstofuálmunni og það er lyftan og þar stendur hnífurinn í kunni að samkvæmt einhverju reglugerð eða einhverju að þá þarf að tryggja þetta jafn aðgengi sem þýðir lyftu upp á efri hæðina úr bókasafnsálmunni og sé það leyst að þá veit ég fullur vilji til að hafa opið allan sólarhringinn og hugmyndin komin á blað. Það búið að leggja grunninn að öllu því sem þarf til að þetta geti orðið að veruleika. En lyftan þarf að koma til að uppfylla þetta skilyrði sem var allavega stóð í veginum þegar ég vissi þetta seinast. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli og orðið er opið. Enginn býður sig fram til að gefa orð og þá legg ég til að við förum yfir í næsta lið.